Þú ert hérna sem formaður flokksins en ekki sem frambjóðandi. Rétt. Vegna þess að þú ert ekki kjörgengur. Nei, rétt. Af hverju varstu ekki með á hreinu að þú væri með lögheimili í Tyrklandi? Já, það nú, saga segir frá því, sko ég búinn að vera búsettur meira minna erlendis frá alla götu frá 1986. Og það víst í lögum að hérna, þeir sem eru búin að vera búsettur erlendis lengur en 8 ár verða að sækja sérstaklega að fá kjörgengi, en það rennur út sjálfkrafa á 4 árum. Og ég hérna hreinlega hafði ekki áttað mig á þessari reglu. Ég var að líta á allt aðra reglur samvætti við kjörgengi til Alþingis, en svona þetta nú. Og þetta voru bara skelfileg mistök af minni hálfu og ég búinn að biðja með frambjóðendur flokksins afsökunar á þessu. Og en ég náttúrulega formaður flokksins og leiðtogi flokksins og ráðherrafni flokksins, þannig að það sé á hreinu. En þú fékkst það ekki upplýsingar það í nóvember að þú værir ekki kjörgengur. Af hverju gekkst ekki málið þá og fluttir lögheimilið? Já, sko, ég las það eins og kannski fleiri á smugunni að ég væri ekki kjörgengur, en þá hafði ég samband við Þjóðskrá, þá var ég kjörgengur. Síðan kemur frétt viku seinna að ég sé ekki kjörgengur, því það rann út 1. desember á síðasta ári. Þannig var það nú, þannig að En þetta ekki aldrei slæmt að formann í stjórnmálaflokki að vera ekki með þessi grundvallaratriði á hreinu? Jú, ég tek alveg undir það með þér, en mönnum verður á mistök og þetta voru mistök af minni hálfu og þannig að ég þurfti að víkja úr sæti fyrir góðum manni. En það má náttúrulega segja það að í öllu svona kannski vesenni eitthvað gott og í staðinn fyrir þá fá náttúrulega núna frambjóðendur munu meiri tíma í fjölmiðlum. Hinni frambjóðendur sem í fyrstu sæti, 8. sætunum og hafa staðið sig afbragðið vel, þannig að það maður í manns stað í okkar flokk. En sko, þú ert búin að vera hér það ekki í 3 ár? Jú, meira og minna. Búa hér samfellt þú hefur ekkert á neinum tímapunkti íhugað að flytja lögheimili og bara ganga frá þessu? Nei, sko, málið það að ég var í rekstri í Tékklandi, í hótelrekstri frá 2003. Og ég við hættum þeim rekstri í 2009, flutti heim haustið þá og kom heim til þess að skrifa mastersritgerð í alþjóðahagfræði og stjórnmálum og ætlaði nú að nota tímann bara í það. Ég var í mastersnámi í Charles University í Prag og en síðan náttúrulega þetta eftir hrunið, ég ætlaði að skrifa hrunið. Þannig að eitt lit af öðru og þessi ritgerð mín orðin að stefnuskrá hægri grænna og ásamt öðru náttúrulega hlutum sem eru settir þar inn. Þannig að, ég ætlaði nú að drífa í því en út af bara öllu að þá hafði ég engar áhyggjur sérstakar af þessu og svo fór sem fór. Ekki aldrei skrítið að búa í landinu í 3 ár aðeins að greiða nokkuð til samfélagsins? Já, nei, sjáðu til, það er rangt hjá þér vegna þess að ég greiði náttúrulega skatta og skyldur, virðisaukaskatt og aðra skatta sem að ég neyti hér, en ég fæ heldur ekki til staðinn og ég nýt engrar heilsugæsluhjálpar eða neitt þannig að það er bara ekki rétt. Þannig að fjölskyldaðin ekki öll hér? Jú, þau eru núna búsett hérna, jú. En hvaða áhrif heldur þú áður við skiljum við akkurat þetta efni að þetta hafi á trúveruleika þinn og í rauninni gengi flokksins? Já, fólk verður náttúrulega bara að dæma það sjálft en ég held að stefnuskráin tali sínu máli og við erum með lausnir á helstu vandamálum, efnahagsvandamálum þjóðarinnar og það ekki eins manns að gera alla þessa hluti því þetta flokkur og eins og þið vitið þá þarf 126 manns til þess að vera í framboði á Íslandi, það eru 6 kjördæmi.